Þórir, 16 stiga, bara öruggur sigur á sterku liði Njarðvíkur í hvað að skapa þetta hérna fyrir ykkur á heimavelli? Sko, ég var bara greið ánægður með hvernig við komum út og ætla að byrja leikinn. Náðum góðri forystu í fyrri hálfleik og svo bara héldum við vel út í seinni hálfleik. Þriðji leik þeir fóru illa fyrir okkur í seinasta leik eftir að hafa búið svona forystu, en erum bara betri í dag og komum ennþá betur út í fjórða leik, þannig ég held að allt sem við settum upp fyrir en leik var eiginlega að virka, sko, þannig að þetta hjálpa okkur bara á mjög góð. Það byggja ykkur 17 stiga forystu í fyrri hálfleik sem er eiginlega glutir niður fyrir hálfleik og svona í byrjun þriðja leiks. Er ekki svona sterkur karakter að ná samtæk klárleik? Jú, þetta var fínt, sko, þú veist. Við fengum á okkur 4 þrista held ég til að loka hálfleiknum, Mario í steppa þrist og annar svona, þú veist. Við lifum með því í þessum leik. Það hefði verið betra að fara inn með 17 stiga forystu í hálfleik, en við vissum að við vorum að spila vel og við þurftum bara að hóra fram í þessum þristum og halda áfram að delivera það sem við ætlum að gera. Svona fyrir því persónulega, nú kemur þú inn í liðið eftir að hafa verið í háskóla í fjöldamarg ár úti inn í úrslitakeppninni í fyrra. Hvernig líður þér að vera komin svona með heilt tímabil með undirbúning og fleira? Bara vel, sko. Það er ógeðslega gaman að spila hérna og deildin er bara verið sterkari og sterkari og kannski hlutverki í ári kannski svo erum við setjandi í fyrra þegar maður kemur svona komið hérna svo seint inn í þetta. En núna náttúrulega erum við bara með nýtt lið og nýja leikmenn, þannig að við líðum mjög vel og þetta er ógeðslega gaman. Hvað getur K-liðið fyrir langt? Við stefnum alltaf alla leið og við stafum og ég fer ekki að segja neitt annað en alla leið og ég er bara gríðarlega ánægður með þennan sigur í kvöld. Njarðvíkur er mjög sterkt lið og við sýndum alveg að við erum ekkert langt að leika á því. Frábært, takk.